Rösklega 60 ára sögu strandsiglingaskipaútgerðar ríkisins lauk á árinu. Starfsmenn ríkisskipa reyndu að kaupa fyrirtækið en höfðu ekki árangur sem erfiði. Askjan var seld til Noregs en Samskip hf. Tóku Hekluna og Esjuna á kaupleigu og yfirtóku rekstur ýmissa eigna ríkisskipa. Heklan og Esjan héldu áfram siglingum á ströndin undir nýjum nöfnum og fána Samskipa. Félagið ákvað að nýta sér ekki kauprétt af gömlu Heklunni og skilaði henni aftur til ríkisins. Þá stóð til að senda skipi til Póllands og gera við það þar. En járniðnaðarmenn kom í veg fyrir það með eftirminnilegum hætti á Fáskrúðsfirði í haust. Rétt fyrir klukkan 2 í dag, tæpum sólarhringi eftir að járniðnaðarmenn hófu aðgerðirnar hér á bakkanum á Fáskrúðsfirði, kallaði Örn Friðriksson, formaður félags járniðnaðarmanna, saman fund á hafnarbakkanum og skilaboð Arnar voru þessi. Það hefur verið ákveðið að Heklunni verði siglt til Reykjavíkur, ekki til Póllands. Verkefnið verði væntanlega unnið þar. Samskip hafa einnig ákveðið að skila gömlu Esjunni fljótlega eftir áramót. Einkavæðing fleiri ríkisfyrirtæki var ofarlega á baugju á árinu. Tilkynnt var svo ákvörðun að selja 60% hlutabréfa ríkis og borgar í jarðborunum hf. og var sú sala hafin á árinu. Prentsmiðja Gutenberg var seld í júní. Þá hætti áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að framleiða íslenskt brennivín eftir að hafa framleitt það samfellt í 57 ár þegar framleiðslurétturinn var seldur einkaaðilum. Höskuldur Jónsson, forstjóri ÁTVR, afhenti Guðmundi Magnússyni settum þjóðminjaverði flöskur til vörslu með brennivíni úr fyrstu blöndunni frá 1935 og þeirri síðustu.